Í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags Anda biðjum. Himneski Guð, þú sem reistir son þinn frá dauðum, hjálpa oss að syrgja ekki eins og þau sem ekki hafa von. Hjálpa oss að sigrast á óttanum við dauðan, í öruggri vonum upprissu og eilíft líf. Lát oss vera minnug þess að þú telur daga vora, svo að vér megum öðlast viturt hjarta fyrir trún á Jesú Krist. Blessa oss þessa stund í helgidómi þínum og lát oss finna huggun og styrk fyrir samfélagi við þig og þinn blessaða son, Jesú Krist. Við biðjum í hans nafni. Amen.
Heyrum heilagt orð. Í orðskviðum Salómons er skrifað: Dugmikla konu, hver hlýtur hana. Hún er miklu dýrmætari en perlur. Hjarta manns hennar treystir henni og ekki er lát á hagsæld hans. Hún gerir honum gott og ekkert illt alla ævidaga sína. Hún sér ull og hör og vinnur fúslega með höndum sínum. Hún er eins og kaupförin, sækir björgina langt að. Hún fer á fætur fyrir dögun, skammtar heimilisfólki sínu og segir þernum sínum fyrir verkum. Fá hún augastað á akri, kaupir hún hann og eigin ramleik býr hún sér víngarð. Hún gerir lendar sínar krafti og tekur sterklega til armleggjunum. Hún finnur að starf hennar er ábátasamt, á lampa hennar slokknar ekki nætur. Hún réttir út hendurnar eftir rokknum og fingur hennar grípa snælduna. Hún er örlát við bástata og réttir fram hendurnar móti snauðum. Amen. Og heyrum ennfremur þessi orð Jóhannesar postula. Sjáið hvílíkan kærleika Faðirinn hefur auðsýnt okkur, að við skulum kallast Guðs börn, og það erum við. Heimurinn þekkir okkur ekki, vegna þess að hann þekkti hann ekki. Þið elskuðuð, nú þegar erum við Guðs börn, og það er ennþá ekki orðið bert hvað við munum verða. Við vitum að þegar Kristur birtist, þá verðum við honum lík, því að við munum sjá eins og hann er. Hver sem hefur þessa von til hans, hreinsar sjálfan sig eins og Kristur er hreinn. Amen. Heyrum heilagt Guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. En í afturelding fyrsta dag vikunar komu konurnar til grafarinnar með ilsmyrslin sem þær höfðu búið. Þær sáu þá að steininum hafði verið velt frá gröfinni og þegar þær stigu inn fundu þær ekki líkama Drottins Jesú. Þær skildu ekkert í þessu.
En þá brá svo við að hjá þeim stóðu 2 menn í leiftrandi klæðum. Þær eru mjög hræddar og hneigðu andlit til jarðar. En englarnir sögðu við þær: hví leitið þér hins lifanda meðal dauðra? Hann er ekki hér, hann er upprisinn. Minnist þess hvernig hann talaði við yður meðan hann var enn í Galileu. Hann sagði að mannssonurinn skyldi framseldur verða í hendur syndugra manna og krossfestur, en rísa upp á 3. degi. Og konurnar minntust orða Krists, snéru frá gröfinni og kunngjörðu allt þetta þeim 11 og öllum hinum. Þessar konur voru þær María Magdalena, Jóhanna og María móðir Jakobs og hinar sem voru með þeim. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Lof sé þér Kristur. Náð sé með yður og friður frá Guði föður vorum og að drottni Jesú Kristi. Amen. Í dag verður til moldar borin á Ísafirði Ingibjörg Elín Valgeirsdóttir. Þegar við kveðjum hana í hinsta sinn, þá skulum við staldra við þessi vísdómsorð úr orðskviðum Salómons. Dugmikla konu, hver hlýtur hana? Hún er miklu dýrmætari en perlur
Hún réttir út hendurnar eftir rokknum og fingur hennar grípa snælduna. Hún örlát við bákstata og réttir fram hendurnar móti snauðum. Hún Ella Valgeirs var dugnaðarkona, eins og allt hennar fólk. Gamlir Ísfirðingar muna þegar hún Ella var að vinna í frystihúsinu. Svo hljóp hún heim í hádeginu til að elda hádegismatinn fyrir fjölskyldun og svo aftur í vinnuna. Og eftir kvöldmatinn skrapp hún í rækjuna. Nóttina var hún að stytta eða breyta buxum eða öðrum fatnaði. Og þegar börnin vöknuðu var mamma með tilbúin morgunmat. En Ellu féll aldrei verk úr hendi. Og þetta gerði hún af því að hún vildi tryggja fjölskyldu sinni góð lífsgæði. Þegar við sjáum tilgang með vinnu okkar eða námi, þegar við höfum eitthvað að stefna að, þá eykst okkur kraftur og úthald. Mannkostir felast í persónu hverrar manneskju. Þeir koma innan að og birtast í framkomu, í orðum og verkum. Við erum það sem við gerum. Vinnu sem er dyggð, hún er ein af Guðs góðu gjöfum. Letir aftur á móti löstur. Ingibjörg Elín Valgeirsdóttir var fædd á Gemlufalli við Dýrafjörð þann 21. febrúar árið 1929. Hún var þriðja barn hjónanna Ingibjargar Margrétar Guðmundsdóttur frá Bessastöðum Dýrafirði og Valgeirs Jónssonar frá Höfðaströnd í Grunnavíkurhreppi. Þegar hún fæddist, þá var norðan bylur í Dýrafirði og allt á kafi í snjó og ekki hægt að ná í ljósmóður. En í staðinn var náð í gamla kona af næsta bæ, sem hafði góða reynslu af fæðingarhjálp. Þessi kona hét Elín og hún hjálpaði móðurinni að fæða dóttur sinni inn í heiminn. Nokkru síðar lést þessi gamla kona og þá ákváðu foreldrarnir að skíra stúlkuna í höfuðið á henni og þess vegna hlaut hún nafnið Ingibjörg Elín. Ingibjargar nafnið notaði hún meðan hún var ung og í skóla, en hér á Ísafirði þekktu allir hana sem Elínu Valgeirsdóttur. Ingibjörg Elín var þriðja barnið í röð 9 systkina. Eldri en hún voru þau Guðbjörg Sigrún og Jón Kristinn, yngri voru þau Anna Jónína, Arnór, Guðrún Sigríður, Elísabet, Friðrik Halldór og Guðmundur. Af þessum systkinum eru 3 á lífi í dag, það eru þau Arnór, Elísabet og Guðmundur. Elísabet Valgeirsdóttir sem dvelur á Hrafnistu í Hafnarfirði biður fyrir góðar kveðjur til barna Ellu og fjölskyldna þeirra og þakkar fyrir góðar stundir sem hún átti með systur sinni sem var henni svo kær. Inga Sólrún og maður hennar Þorleifur votta aðstandendum sína dýpstu samúð og eins eru hugheilar samúðarkveðjur frá Ingu Birnu og Guðmundi í Borgarnesi. Bærinn Gemlufall dregur nafn sitt af fjallinu sem er fyrir ofan bæinn, en hæsti hnjúkur þess er einmitt nefndur Gemla. Í fjallshlíðinni var stór álfasteinn og þar léku Ingibjörg og systur hennar sér stundum, en þeir voru uppálagt að vera ekki með hávaða eða læti, svo þær trufluðu ekki álfana í klettinum. Já, náttúran var lifandi og full af leyndardómum. Gemlufall var tvíbýli og bjó fjölskylda Ingibjargar í neðri bænum. Þau voru með hefðbundinn búskap og börnin lærðu snemma að taka til hendinni. Aðeins utar með norðurströnd Dýrafjarðar er kirkjustaðurinn Mýrar og þar yfirgnæfir Mýrafellið. Þar handan við er Núpsskóli. Ingibjörg Elín fór í vist til séra Eiríks á Núpi og passaði hún son hans.
Í þá daga þótti eðlilegt að stúlkur færi vist hjá annarri fjölskyldu. Voru þær þá að hjálpa til við heimilishald og önnur störf. Og svo fór Ingibjörg Elín suður til Reykjavíkur í vist hjá Guðrúnu Ríten, sem Rítenskaffi kennt við. Og þetta var fínt heimili og átti Elín meðal annars að þurrka af öllum hlutum í stofunni. Og þar var lítið pálmatré. Og til að það glansaði betur, kenndi húsmóðurinn henni að bera mjólk á blöðin. Áratugum seinna var Elín á gangi á Skólavörðuholtinu og heyrði hún að Ríten hefði arfleitt Hallgrímskirkju að öllu sem hún átti. Hún ákvað þá að ganga inn í Hallgrímskirkju og viti menn, pálminn stóð fremst í kirkjunni en bara miklu stærri en áður. En pálmatré geta orðið meir en 100 ára gömul. Elín sneri aftur vestur. Hún fór í vist til Sigríðar Jónsdóttur og Ísafirði og passaði þær syni hennar, en Sigríður var þekkt fyrir að gera við buxur, stytta þær og setja þó rennilósa. Það var Sigríður sem kom Elínu í læri hjá klæðskerunum Einari og Kristjáni hér á Ísafirði og lærði hún þar buxna og kjólasaum. Veturinn 1948 til 1949 var Elín í húsmæðraskólanum Ósk á Ísafirði. Var það hagnýtt nám fyrir framtíðina og hún var komin með kærasta. Það var Jónas Helgi Pétursson frá Bolungarvík sem þá starfaði sem vélstjóri á sjónum. Jónas lærði vélsmíði í Þór og var kunnur fagmaður í því að gera við bátavélar. Að loknu náminn í húsmæðraskólanum þá fóru þau Elín og Jónas að búa. Í fyrstu leigðu þau sér íbúð á efri hæðinni í Sundstrætinu 29 og ást þeirra bara ávöxt því þeim fæddist stúlka. Það lá því beint við að innsigla hjúskapinn og skýra barnið. Á jóladag 1949 fóru þau til pressins og giftu sig. Og leið var dóttir þeirra skírð, hlaut hún nafnið Guðmunda Ólöf. Og áfram stækkaði fjölskyldan. Næst eignuðust þau son, Pétur Þorstein, svo kom önnur dóttir, Ingibjörg Margrét. Og svo komu 3 drengir í röð, Valgeir, Baldur Þórir og Jóhann. Og þá voru þau orðin 8 manna fjölskylda. Og í millitíðinni höfðu þau flutt upp í Túngötu. 1958 lenti Jónas eiginmaður Elínar í slæmu vinnuslysi. Það var sprenging í bátnum Morgunstjörnunni sem lá hér við bryggju. Mikill eldur varð í vélarrúminu og Jónas brenndist illa. Var hann frá vinnu í rúmt ár. Elín bætti þá við sig vinnu og því hún var eina fyrirvinna heimilisins. Og urðu vinnudagar hennar þá oft langir, líkt og tvægt var á hér í upphafi ræðunar. Systur hennar réttu henni hjálparhönd, til dæmis var Beta systir hennar hjá henni tíma. Og Lionsklúbburinn kom færandi hendi og þetta einn af kostunum við það að búa í svona samfélagi eins og Ísafjörður Hér ríkir og hér rík samhjálp. Fólk hjálpast að og styður hvert annað. Það fer enginn í gegnum þetta líf án erfiðleika eða mótlætis. Og þegar á reynir, þá finnum við hvað það gott að eiga góða fjölskyldu og trausta vini. Trúin og bænin hjálpa líka fólki í erfiðleikum, því trúin færir fólki bæði mátt og von. Elín var trúuð kona. Hún kenndi börnum sínum bænir, enda vissi hún að trúin á Guð og aðri mátt væri gott veganesti út í lífið. Og trúin var ekki aðeins bundin við heimilið. Sunnudagar voru kirkjudagar. Börn Elínar minnast þess að hafa verið klædd í sérstök sunnudagsföt sem ekki mátti óhreink eða rífa. Og svo fóru þau í sunnudagaskóla hjá Hjálpræðishernum eða í Salem og stundum var hægt að fara í Alþýðuhúsið og sjá 3 bíó.
Elín var mikil búkona í sér. Á hverju hausti tíndi hún ber og gerði saft í ótal flöskur og þá var hún með matjurtagarð og ræktaði kartöflur og fleira til heimilisnota. Það er sérstök stemming að borða það sem maður hefur sjálfur ræktað. Árið 1970 reistu þau Elín sér nýtt hús á Hjallavegi 2. Þau fluttu inn í það árið eftir og var það þeirra framtíðar heimili. Elín vann ýmis störf hér á Ísafirði. Hún vann í rækjunni hjá Böðvari alllengi, þá starfaði hún á vefstofu Guðrúnar Vigfúsdóttur, eins var hún við framreiðslustörf á Hótel Ísafirði og í mötuneyti Menntaskólans á Ísafirði. Elín gerði mikið af því að baka og kunni margar uppskriftir. Rúgbrauðið hennar var kallað ellubrauð, en það er mikið þolinmæðisverk að baka rúgbrauð. Elín var einstaklega útsjónarsöm kona. Hún fann leiðir til að láta allt ganga upp hjá sér þótt í mörg horn væri að líta. En Elín var samt hæverskona sem ekki vildi láta mikið á sér bera. Hún var góðhjörtuð og lagði aldrei illt orð til neins. Verkin lofa hér væna konu. Ég ætla að segja ykkur eina sögu af henni Ellu. Hún var að vinna í mötuneytinu í Menntaskólanum á Ísafirði og það var allt á kaf í snjó og bílar fastir á bílastæðinu og svo fer hún út á plan að ýta bílum og losa þá og dregur hvergi af sér. Svo mjög tók hún á að í þessu ati öllu braut hún 2 rifbein. En ekki lét hún það stoppa sig í sinni vinnu, hún vafði bara sárabindum sem miðja og hélt svo áfram sínu starfi. Já, þessari konu var ekki fisjað saman, fremur en öðrum íslenskum kjarnakonum. Ég flyt hér einlægar samúðarkveðjur til aðstandenda, frá þeim Þorgeiri og Valgeiri Baldurssonum og fjölskyldum þeirra. Margs er að minnast, margt er hér að þakka. Guðrún Jónsdóttir sendir þessa kveðju: Elsku Ella mín, takk fyrir yndislega vináttu gegnum árin. Elín tók mark á draumum, enda var hún berdreimin. Einu sinni segir hún við son sinn: Mig dreymdi að Skutulsfjörðurinn væri allur bikasvartur á lit. Það var undarlegur draumur. En viti menn, togarinn Sesar strandaði hérna og það lak olía úr honum sem myndaði svarta brák á sjónum og Skutulsfirði. Þau Ella og Jónas bárust ekki mikið á, enda þótt heimilið þeirra væri smekklegt. Til dæmis keyptu þau sér ekki bíl fyrir en 1974. Meðan búðir voru hér á hverju götuhorni á eyrinni, þá þurfti fólk kannski ekki að eiga bíl, því hér var allt við hendina. Ég ætla að segja aðeins frá afkomendum Elínar, Valgeirs og Jónasar. Guðmunda Ólöf er elst, hún er gift Aðalsteini Kristjánsinni og eiga þau 3 börn. Pétur Þorsteinn er kvæntur Kolbrúnu Halldórsdóttur og þau eiga 3 börn. Ingibjörg Margrét er gift Arnari Kristinsinni og eiga þau 2 börn. Svo kemur Valgeir, hans kona er Elínborg Bjarnadóttir og þau eiga 4 börn. Þá Baldur Þórir, hann er kvæntur Halldóru Kristinsdóttur og þau eiga 4 börn. Jóhann er yngstur, hans kona er Sonja Harðardóttir og þau eiga 3 börn. Afkomendur Elínar eru 79 talsins. Aðstandendur Elínar þakka auðsýnda samúð og vinarhug. Þau bjóða til erfindrykk í sal Oddfellow að athöfn lokinni. Ég flyt hér kveðju frá barnabörnum. Það er kveðja frá Kristni Gauta Gunnarsinni og unnustu hans, Dagmar Þóru Öldudóttur, sem bíða fæðingar afkomenda Ellu nr. 80. Og það er kveðja frá Júlíu Björk Gunnarsdóttur í Barcelona og frá Tómasi Valgeiri Kristjánsinni og unnustu hans, Önnu Pálsdóttur, en þau búa í Kaupmannahöfn. Þau Elín og Jónas reistu sér bústað á Gemlufalli,
árið 2004 og það er ljósmynd inn í grafljóðunum þar sem þau Jónas í fjörunni að laga net. Og þessi mynd er tekin í fjörunni við Gemlufall og í baksýn er Þingeyri. Blessuð sértu sveitin mín. Sveitin hennar Ellu var alltaf Dýrafjörðurinn og það er falleg sveit við fagran fjörð og tignarlega eru fjöllin sem standa við fjörðin. Hallgrímur Pétursson yrkir dauðans óvissa tíma. Þar líkir hann lífi mannsins við blómið, allt eins og blómstrið eina. Já, líf mannsins er hverfult og það mátti Elín reyna. Ástkær eiginmaður hennar veiktist og kvaddi þennan heim á vormánuðum 2007. Hann var lagður til hinstu hvílu í Réttarholtskirkjugarði og þangað liggur leið okkar á eftir. Elín hélt áfram að búa í húsinu þeirra á Hjallavegi og var sér næg flesta hluti. Hún var við góða heilsu og fagnaði níræðisammæli sínu fyrir 7 árum síðan. Fyrir 3 árum síðan lenti Elín í því að hún fauk koll í mikilli stormhrinu sem stundum verður hér þegar vindur stendur af fjöllum. Hún brotnaði ekki en marðist illa og var svolítinn tíma að jafna sig. Börnin stungu þá upp á hvort hún vildi ekki prófa að flytja á Hlíf og þar kunni Elín vel við sig, enda er þar góður félagsskapur. Henni og Fjólu Hermannsdóttur var til dæmis vel til vina og fóru stundum saman í göngutúra. En Elín hélt áfram að vera sjálfstæð og sinna sínum verkum. Til dæmis vildi hún alls ekki þykja það að kona kæmi til hennar að þrífa. Nei, hún skúraði sjálf. Og svo fór hún heim á Hjallaveg að þvo þvottinn og á sumrin hugsaði hún garðinn og beðinn heima. Elín var bindindismanneskja, hún drakk hvorki né reykti og það er eitt af því sem stuðlaði að hennar góðu heilsu og langlífi. En öllu eru sett mörk hér í heimi og það gerist þegar fólk nær háum aldri að þá hrörnar líkaminn og mótstöðafl líkamans gegn veikindum minnkar. Síðastliðna 2 mánuði lá Elín á sjúkrahúsinu á Ísafirði og naut þar frábærar umönnunar lækna og hjúkrunarfólks. Við erum heppin að hafa svona gott sjúkrahús hér á Ísafirði með góðu starfsfólki. Hér er ekki sami asinn og álagið og er á spítulunum fyrir sunnan. Hér er heimilislegt andrúmsloft. Ástvinir Elínar vilja þakka starfsfólki sjúkrahússins fyrir góða umönnun og hlýhug. Ingibjörg Elín Valgeirsdóttir kvaddi þennan heim þann 31. janúar síðastliðinn. Blessuð sé minning kærrar konu og mætrar. Á páskadagsmorgni fóru nokkrar konur út á gröf Jesú. Gröfin var tóm, þeim birtust englar sem sögðu þeim að Jesús væri upprisinn. Við erum á sömu leið og þessar konur. Við erum að fara að opinni gröf. Hvað skynjum við þegar við stöndum í kirkjugarði? Hverfuleika lífsins, á nefa hugsa margir til þess. Aðrir horfa á legsteinana og nöfnin á þeim og hugsa til fólksins sem einu sinni var á meðal okkar og allar minningarnar sem við eigum þeim. Kirkjugarðar segja mikla sögu. Þegar fólk signir yfir gröf, þá er það að minna sig á sigur hins krossfesta á dauðanum. Hann er upprisinn, sögðu englarnir. Jesús sigraði dauðan og hann gaf okkur hlutdeild í þeim sigri. Þess vegna boðum við það að látnir lifi þótt þeir deyi. Þeir lifa hjá Guði. Og að því að það er eilíft líf, þá þýðir það
að ástvinir verði saman og ný í eilíðinni. Og í þeirri von er hvatt hér í dag og við segjum dýrð sé Guði, Föður, Syni og heilugum anda, svo sem var í upphafi, er enn og verða mun aldir alda. Sem allt á að þakka og þjó.
Guð Faðir í himnaríki, miskunna þú oss. Guð Sonur og lausnari heimsins, miskunna þú oss. Drottinn Guð heilagi andi, miskunna þú oss. Nú lætur þú Drottinn þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið mér. Því augu mín hafa séð hjálpræði þitt, sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða, ljós til opinberunar heiðingjum og til vegsemdar líf þínu. Við skulum biðja. Himneski Guð, við þökkum þér fyrir sérhverja góða gjöf í þessu lífi og fyrir vonina eilíft líf sem þú hefur endurfætt okkur til fyrir upprisu Jesú Krists. Líkt í náð til Ingibjargar Elínar Valgeirsdóttur sem þú hefur kallað til hvíldar þinnar. Blessa minningar okkar hana og vert okkur öllum náður og miskunnsamur í lífi og dauða. Varveitt okkur í trúnni á þig, svo að við megum ásamt þeim sem þú hefur endurleist, lofa þig og vegsama að eilífu. Í Jesú nafni þá segjum við öll saman á hjarta: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Lofaður sé Guð og Faðir Drottins vors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesú sagði: Ég upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Við skulum rísa á fætur. Ingibjörg Elín Valgeirsdóttir, af jörðu ertu komin, að jörðu skaltu aftur verða, af jörðu skaltu aftur upprísa. Drottinn minn gefi dánum ró, en hinum líkn lifa. Amen.
Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjón að lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs föður, Sonar og heilags anda. Guði séu þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir Drottinn vorn Jesú Krist.